Gunnlaugsson, gjör svo vel. Formaður, ágætu ráðsfélagar. Ég vil benda á það að þessi tillaga málskotsrétt forsetans ólík núgildandi ákvæði í 26. grein stjórnarskrárinnar. Það búið að undanskilja fjölmörg málaflokka. Þannig við verðum auðvitað að hafa það í huga, það búið að breyta þessu ákvæði. En ég tel engu að síður að valkostur 1 sé betri heldur en valkostur 2. Þegar að menn lesa þessa tillögu valkostur 2 að forsetinn geti innan viku frá móttöku frumvarps ákveða að láta það ganga til Alþingis aftur, þá hér að ræða róttæka breytingu á hlutverki forsetans. Þarna á forsetinn að taka það að sér að hafa afstöðu í máli. Samkvæmt núverandi grein í 27. grein stjórnarskrárinnar málskotsrétt, þá tekur forsetinn enga afstöðu, efnislega afstöðu til þeirra laga sem Alþingi hefur samþykkt. Hann fær tillögur frá kjósendum eða undirskriftir og svo framvegis, eins og hann gerði varðandi fjölmiðlafrumvarpið og Icesave-málið. En hann tók aldrei formlega, efnislega afstöðu til þess samþykta frumvarpsins á þinginu. Ef að við ætlum að samþykja valkost 2, þá erum við að kalla fram gjörbreytt hlutverk forsetans. Hann á að þá í raun og veru að taka efnislega afstöðu til frumvarpsins. Hann á að semja rökstutt álit hvers vegna þetta frumvarp ekki nógu gott. Þetta allt önnur hugsun á bak við þetta. Þannig að þetta ekki öryggisventil. Það bara verið að gera forsetana pólitísku afli hér. Það sem að hann getur í raun og veru ákveðið að segja, já, ég vil ekki þetta frumvarp, ég ósammála þessu, ég bara sem hér rökstutt álit og það fer aftur til þingsins. Og þannig að ég held að þessi leið sé ekki rétt leið og hún í raun og veru kollvarpar þeirri hugsun sem að þó ríkjandi hjá ráðinu að draga úr pólitísku vægi forsetans. Þannig að forsetinn verði fyrst og fremst þjóðhöfðingi en ekki einhvers konar pólitískur andófsmaður þingsins og í deilu við þingið. Þannig að ég vil að þeirri ástæðu alls ekki samþykja valkost 2. Þessi nautur minn Ómar Ragnarsson benti á það á opnum nefndarfundi að það væri nauðsynlegt að hafa 27. greinina einnig vegna þess að þetta væri fljótvirkari leið heldur en þessi málskotsleið sem að sénefndin að tala varðandi þjóðina. Og ég vil benda á að sénefndin búin að kollvarpa ýmsum hugmyndum sem voru samþykktar í áfangaskjali og þar verið að hækka hlutfall upp í 15% úr 10%. Þannig ég tel alveg bráðnauðsynlegt að 27. greinin verði áfram inni og ég vil einnig að lokum benda á það hvað sem menn segja þjóðar vilja hér og að menn séu stöðugt að leggja áherslu á það. Það hefur margsinnis komið fram að mikill meirihluti þjóðarinnar vill halda 27. greininni inni og við verðum einhvern tíma að hlusta á þjóðina. Takk fyrir.